Jæja, þá er komin páskadagur. Ég er búinn að vera að gúffa í mig svona hefðbundið páskaegg. En ég ætla auðvitað ekki að láta þarfir sitja. Heldur ætlum við sömuleiðis að kíkja á sunnudaginn, páskadaginn í Egg of Death pakkanum frá honum Chili Claus. Já, sko. Við verðum viðurkennast að við vorum fyrir smá vonbrigðum með hitann í þessum pakka. Við sem þeir eru sammála með það. Það verður eitthvað vantað upp á kraftin í þessu. Reyndar er þetta búið að fara svona stigvaxandi síðustu daga. En ef að þetta er ekki neitt sterkara, ef þetta er bara svipað eins og þessi síðustu þrjú, þá ætla ég að segja ykkur pínlítið frá þessu á eftir og taka vídeó þar sem ég fer gegnum þetta einhvern tímann á næstu dögum. Annars bíður það betri tíma. Það er búið að bíða mjög lengi þegar ég er skítrættur við þetta. En allavega, þá er það egg dagsins. Þetta er sterkara. Það er svona smá sviði út með frá tungunni og í munninum. Samt mjög gott, sko. Mjög bragðgott. Smá síðan í háls. Þetta er svona sama lýsing og venjulega. Og kom gaus upp smá hiti þegar ég kyngdi þessu. Gott að bragðið, en þetta er bara eins og dagarnir á undan. Það getur verið bara eins og föstudagur loki. Smá hiti, en ekkert meira en það. Ok, sem þýðir að einhvern veginn næstu dögum þurfum við að kíkja hérna á þetta Death Nut Challenge. Ég er búinn að eiga þetta lengi, en ég er bara ekki þorað að hjóla í þetta. Þetta er sturlun. Þetta er eiginlega toppurinn, sko. Death Nut Challenge version 2.0. Það eru skilspil leikreglur inn í, sem útskýra hvernig á að fara í gegnum þetta. Þetta eru 5 box af hnetum sem að verða ágerast í styrkleika eftir sem á líður og einhverja tímareglu sem fylgja þessu. Þetta endar í því að vera 13 miljón á Scoville fyrir þá sem þekkja til. 2 times Carolina Reaper, Moruga Scorpion og 13 miljón Scoville Capsicum kristallar. Kíkjum á þetta fljótlega. Eggið var bara svona aðeins sterkara heldur en hefðbundna páskaeggið mitt. Gleðilega páska, sjáumst á morgun og klárum þennan. Sjáumst þá.